Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Þeir sem hafa fylgst með mér, eða þessast heilsuerlu, hafa líklegast orðið var við það að mig langar svolítið að við Íslendingar endur skilgreinum orðið ofur. Hvaða að vera ofurkona eða ofurmaður? Og þess vegna kærkomið að gestur minn í dag hún Bjarga Ingólfsdóttir sem að ákvað einmitt að senda sína ofurkonu í orlof. Og hún heldur út í hlaðvarpinu Ofurkona í orlofi. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir að bjóða mig til þín. Bara dásamlegt að hafa þig. Hvað má bjóða þér að kynna þig kannski aðeins? Já, bara að sjálfsögðu sko. Já, ég sem sagt ofurkona í orlofi. Það bara klálega þannig. Og bara, þú veist, eina af þessum íslensku konum sem ætlaði svo gjörsamlega að sigra heiminn, þú veist, bara var í námi og fullri vinnu og með 3 litir börn og bara, þú veist, hélt að ég gæti þetta svo mikið, þú veist, haldi öllum boltum á lofti og ég þurfti bara að læra þetta algjörlega með því að fá skellinn, sko, að ég bara misti heilsuna og þetta gekk ekki upp. Það gekk ekki upp að vera að reyna að halda öllum boltum á lofti á sama tíma og það bara búið að taka mig alveg mörg ár að auðvitað vinna bara í því, þú veist, að vinna í sjálfur mér og fá heilsuna mín tilbaka og finna þá náttúrulega út hvernig getur maður lifa þessu lífi sem maður að lifa í, þú veist, nútíma samfélagi og geta gert allt sem manni langar til að gera, skilurðu. Manni langar að vera að vinna og ég þannig að mér langar að vinna við allt og mér langar að læra allt, ég bara með svo mikið áhuga. En maður þarf að finna út, þú veist, hvað þetta sem maður kallar jafnvægi, þú veist, að geta, þú veist, ég meina maður þarf að vinna nóg til að segja í sig og á allt þetta, en maður þarf líka að vinna til að efla sjálfan sig og gera það sem maður næri mann og maður hefur áhuga á og vaxa og þroska sem einstaklingur. En svo ertu með fjölskyldu og börn og heimili og það bara fullt af skyldum og hvernig eigum við að finna þetta jafnvægi, þú veist, að ég geti hugsað vel mig og hlúða heilsunni minni og verið til staði fyrir börnin mín og fjölskylduna en á sama tíma verið að vinna og allt þetta. Ég veit að, þú veist, þetta bara, þú veist, þetta bara svolítið líf okkar íslenskra kvenna, þú veist, að við að reyna að finna út úr þessu, bara hvernig get ég gert þetta og það svolítið mín, þú veist, saga sem ég veit að þið langar að mitt svolítið að fara inn í og bara hvernig gerum maður þetta og allt þetta. Já, algjörlega. En hvar byrjaði þetta? Hvað var til þess að þú klestir á vegg? Já, sko, ég lærði félagsráðgjöf í HÍ og eignaðist 2 börn meðan ég var í námi, dætur mínar, já, 3 börn, eru bara algjörlega yndisleg, á 2 dætur, 17 og 19 ára og svo í 1 strák, 14 ára. Og þannig ég var, þú veist, í námi að eiga börn á sama tíma og ég og maðurinn minn að koma okkur upp, auðvitað bara heimili og hann að mennta sig líka og svolítið bara svona þetta íslenska líf sem við þekkjum mörg, þú veist, að stofna fjölskyldu og mennta sig og fá góða störf og allt þetta. Það sem gerist í rauninni kannski á þessum tíma að ég var algjörlega ómeðvituð það að ég þyrfti að hugsa vel sjálfa mig til þess að geta gert þetta allt. Ég var svolítið með þessa svona orku, þú veist, bara, þú veist, ég get hvað sem þú veist, ég get alveg unnið í 3 vinnum og verið í námi og verið að sinna litlum börnum á heimili, þú veist, það ekkert mál, þú veist, ég bara hafði alveg orku í það, skilurðu. Það sem ég kannski fattaði ekki svona á leiðinni var að af því að ég var aldrei að fylla á mínar orkubyrðar, þú veist, að gera eitthvað bara fyrir sjálf mig, rækta líkam og sál, þú veist, hlúa að mér, þá var ég auðvitað alltaf að ganga á einhverja orku sem ég átti ekki til og það kannski það sem að gerist síðan þegar ég svona, einmitt eins og þú orðar, þú veist, klessa á vegginn þegar ég krassa, að ég var bara ekki að átta mig á því í svo langan tíma að þetta myndi aldrei ganga til lengdar. Þú veist, ég var í rosalega mikilli afneitun. Þú veist, merkin voru komin, ég var að glíma við síþreytu, ég var með höfuðverki, ég var, þú veist, með verki í líkamanum, fekk vefjagigtargreiningu og bara svona alls konar hluti sem að auðvitað hefði átt að vera vísbendingar. Bara þú ert að ganga fram að þér, en ég hlustaði ekki. Við erum flest að hunsa sér rauðu flögg, sko. Já, við gerum það og maður bara, þú veist, ég ætla að vera ofur, ég ætla að vera dugleg, ég ætla að geta þetta og Hvað er það heldurðu
í íslenskri menningu sem gerir það að það svo mikið deyð að vera dugleg? Ég held að þetta sé bara arfleiðin okkar, þú veist, við náttúrulega erum bara komin hérna af einhverjum víkingum skiluru, menna við þurftum að berjast til að lifa af hérna og við erum að erfita, þú veist, það þessi vinnusemi og deyð, ef við hefðum ekki verið svona dugleg, þá værum við ekkert hérna í dag, menna við höfum þurft að fara í gegnum alveg ótrúlega hluti sem þjóð og ég menna að búa hérna á þessu skeri, ég menna þetta ekkert eitthvað svona ljúfa lífi, sko, það bara rosalegt veður og náttúran og æskilju allt þetta, þannig að ég held að við séum að koma svolítið, þú veist, úr ákveðinu svona hörku sem að séðan erfistu þetta bara á næstu kynslóðir og ég menna allan í minni fjölskyldu þá bara vinnusemi dyggð. Þú veist, þannig að það það sem að þú lærir frá blautu barnsbeini, að þú þarft að standa þig, þú þarft að sjá fyrir þér og þú þarft að standa þig og það bara eitthvað sem allir að gera. Og ég persónulega trúi því að það sé hægt að gera það í miklu, miklu betra jafnvægi. Þú veist, og maður þurfi ekki bara að keyra sig út. Þú veist, það líka hægt að lifa lífinu, hlúa vel að sjálfum sér og heilsunni sinni og vera duglegur, þú veist. Hún Anna Steinsen talaði aðeins það í þættinum, við talum við hana, að það svo mikill kynslóðamunur. Það það. Og meðan það alltaf skemmtilegt að kynslóðarnir sem eru yngri en við, þær eru betri í þessu en við. Þeirra fókus ekki svona mikið vinna. Já, þau eru geggjaði kennarar, sko. Já, kennarar fyrir okkur. Við eigum að læra af þeim sem yngri eru. Og það það sem mér finnst nefnilega líka svo geggjað við kynslóðamunin. Þú veist, það svolítið kynslóðin mín, þú veist, ég rétt rúmlega 40, að við erum svolítið alin upp við það að, þú veist, foreldrar þínir hafa rétt fyrir sér og það sem að þau segja að eigi að vera, þú veist, það svolítið bara heilagur sannleikur. Ég hugsa uppeldi á allt annan veg, þú veist, ég leyfi börnunum mínum að tjá sig, þú veist, þeirra skoðanir, tilfinningar, líðan og það bara eitthvað sem alltaf upp á borðum og við ræðum mikið þetta og þau kenna manni svo mikið, bara þú veist, bara mitt, mér líður svona þegar að þú ert að gera þetta eða gera hitt, að þú veist, þetta bara eitthvað samtal sem að hefði aldrei verið til í mínu uppeldi, þú veist, ég var aldrei spurð því, hvernig líður þér, eða hvað finnst þér það að pabbi vinnur svona mikið eða whatever, skilur, það var ekki, maður ekki spurður að því, þú bara fegst eitthvað ákveði líf og uppeldi, en í dag þá held ég að foreldrar séu miklu opnari, þú veist, að bara hlusta á tilfinningar og upplifanir barnanna sína og þau eru stærstu kennararnir og bara vá hvað börnin mín eru búin að kenna mig mikið lífið og einmitt þetta að bara, kannski þarf það ekki að vinna svona rosalega mikið, það líka alveg hægt að gefa sér tíma til að eiga meiri frítíma og allt þetta og ég held að kynslóðarnar sem að koma mitt á eftir okkur verði miklu klárar en við, sko, ég held að verði ekki jafn mikill bruni, það verður ekki jafn mikill stórbruni í kulnunni og öllu þessu, allir að brenna út. Já. Þetta alltaf algengt núna, en ég held líka, þegar nú erum við á sömu kynslóð, svipa gamlar, að sko ég upplifa alveg sama hjá mér og öðrum í kringum mig að það var bara ekkert rætt tilfinningar, það var bara ekkert upp á borðinu. Nei. Ég held einhvern veginn, það var bara verið að reyna að vernda okkur. Þú veist, ekkert að láta okkur vera að hafa áhyggjur af neinu sem var í gangi. Það var bara, þú veist, þetta var meint í góðu. Já, allt saman. Já, og að sko, maður verður átt að segja á því, þú veist, að kannski foreldrar okkar, þau fengu aldrei sko rými í sínu lífi til þess að ræða tilfinningar. Af hverju eiga það þá að kunna það? Skilur, þú veist, þetta ég menna við þurfum öll, þú veist, að lifa og læra. Ég, þú veist, aldrei að hugsa mitt eitthvað svona, já, vá, það var svo ömurlegt að mamma og pabbi töluðu aldrei við mig tilfinningar. Ég pæla ekki í þannig. Þetta bara, maður þarf að horfa á það þau voru að gera sitt besta með við sínar aðstæður og bara allt sem að þau eru búin að gangi í gegnum og hvernig þau kunna, þú veist, að tjá sig mitt og allt þetta. Þú veist, ég bara fór að gera allt aðra hluti, skilju, ég fór strax í félagsráðgjöf og rosalega opinni með bara að læra allt andlega heilsu og líðan, þetta er bara svona eitthvað sem ég sjúklega mikinn áhuga á, þannig að augljóslega inn í uppeldi barnanna minna lagði ég mikla áherslu á bara að þau hefðu rými til þess að tjá tilfinningarna sínar og við varum að tala og opinskátt alls konar svona hluti og það bara einhvern veginn kemur, þú veist, náttúrulega bæði að því ég hef bara mikinn áhuga á því og svo þetta breytast tímanni líka, að þessu samfélagslega umræða breytist líka og við erum að gefa meira rými að fólk sé að tala til dæmis andlega heilsu, menna það bara risastórt, ég menna þegar ég var lítil þá var enginn að tala að vera þunglindur eða þú veist, þá faldir þú þig á baku einhver gluggatjöld. Í dag kemur fólk bara í fjölmiðlum og segja, herri, ég er búin að vera að glíma við þunglindi, þú veist, þetta er að hjálpa mér og allt þetta. Þannig að við erum bara, þetta er ekkert sami heimurinn, sko. Algjörlega ekki.
En ef við förum aftur, bökkum aðeins tilbaka og þetta að þú upplifur og verið kannski aðeins að hunsa vísbendingarnar sem þú fjagst. En hvernig vissir þú verið búin að krassa? Hvað gerðist? Sko, ég var bara rosalega inn í svona þessari dyggð og vinnusemi og bara, þú veist að maður ætla bara að standa sig. Þú veist, maður einhvern veginn bara með þessa hugsun að vera duglegur að vinna, þú veist, koma sér upp heimili, hugsa börnin og mennta sig og allt þetta. Og mér fannst þetta raunverulega ekkert mál. Þú veist, ég þekkti ekkert annað en að vera alltaf á fullu og bara einhvern veginn, þú veist, hunsaði það algjörlega að ég þyrfti á einhvern hátt að hugsa mína heilsu og velíðan. Þú veist, ég setti bara alla aðra fyrir framann, þú veist, mínar þarfir. Maður bara að vera góð móðir, að vera gott foreldri og standa sig í vinnu og þú veist, þetta var svolítið bara það sem maður á að vera að gera og það var einhvern veginn ekki svona rými í lífinu mínu til þess að sinna heilsunni minni og þá ég að meina að þannig að ég gaf mér ekki rými, ég gaf mér ekki leyfi til þess að taka tíma frá fyrir mig, til þess að sinna mér, hvað sem að það væri fyrir hreyfingu eða að bara hlúa að mér á einhvern hátt. Þannig að þetta eitthvað sem að ég bara hunsaði sjálfa mig í rosalega mörg ár og það bara þannig að ef þú gerir það að þá á endanum gefur eitthvað eftir. Þú veist, þú getur ekki alltaf bara gefið frá þér orku, hvað sem að það í vinnu eða til fjölskylduna hennar og barnana og allt þetta, ef að þú gefur þér aldrei neina orku tilbaka og fyllir ekki á orkuna þína. Þannig að ég bara svolítið svona bara hélt áfram veginn, svolítið fór á hnefanum bara eins og margir gera, þú veist, maður svolítið bara að reyna að lifa þetta af í þessu samfélagi, þú veist, bara hafa í sig og á og eins og ég segi, bara taka þátt, mennta sig og allt þetta og þá ekki beint þetta rými svona já, svo ég bara alltaf í jóga á mándum, þetta var bara ekkert inn í mínum hugarheimi, þú veist, þetta var bara að, þú veist, vinna, borða, sofa og hugsa börnin, skilur við. Og það líka margir á sem stað, þeim finnst þeir eitthvað sjálfselskir ef þeir ætla að gefa, taka frá tíma fyrir sig, en það svo rámt. Og það skilabóðin sem þú færð frá samfélaginu, þú veist, þannig að þú, og sérstaklega maður elst upp við það líka, að þú veist, þú ert ekkert að taka eitthvað rými fyrir þig, til hvers, þú veist, hvað ætlar að gera við það? Það bara að halda áfram með lífið og vinna og hugsa aðra. Þannig að já, þetta var eitthvað sem að ég bara einhvern veginn, mér fannst þetta ekki vera eitthvað sem ég þyrfti að gera, þú veist, að hugsa sérstaklega mig og það endaði þetta bara illa. Þú veist, ég bara kláraði algjörlega orkuna mína og ég hunsaði allar viðvörunarbjöllur, þú veist, ég var búin að vera í mörg ára bara glíma við, þú veist, verki í líkamannum, síþreytu, var alltaf í ofþyngd, skildi ekki neitt, þú veist, borðaði eins og bara, þú veist, lítill fugl, ég bara nærði mig ekki, ég var í vannæringu, þú veist, bara þetta var bara ekki, þú veist, ég hugsaði rosalega illa sjálfa mig og ég gekk bara á mig endalaust þar til að einn daginn þá gafst bara líkaminn og hugur upp, þú veist, taugakerfið það bara getur ekki meir, það þolir ekki meira álag og ég bara, já, stóð ekki upp á rúminu, ég var bara rúmleikjandi, ég var örmagna, þurfti bara að hætta að vinna, þú veist, fara bara í veikindaleyfi, þú veist, ég gat valla hugsa börnin mín, skilur, þú veist, í þessu ástandi þá ertu lamaður, þú veist, ég bara hafði ekki orku í neitt og þetta svona vendipunkturinn þetta. Hvað þetta mörg ár síðan? Þetta gerist 2012 sem ég gjörsamlega örmagnast og þá yngsta barnið mitt 2 ára, þannig að ég var hérna með lítil börn, þú veist, eignastu 3 á 5 árum og var bara með lítil börn og orkan var ekki meiri, það var bara búið og þarna þurfti ég að horfast í augu sjálfa mig. Þarna náttúrulega vendipunkturinn að maður átta sig á því að þú getur ekki haldið þetta út. Þú veist, líkaminn, hann segir stopp á endanum og ég þurfti að læra það svona. Það náttúrulega rosalega harkalegt. Ég hefði alveg freka vilja, þú veist, hafa bara svona átta mig fyrr og farið að vinna í mér og heilsunni minni samhliða því að þú veist vinna og allt þetta. En þarna bara fótunum kippt undan mér og ég þarf bara gjörsamlega að byggja mig upp frá grunni sem að ég byrjaði þarna. Mér finnst nefnilega svo mikilvægt að það virðist vera þannig að fólk þurfi einhvern veginn að klessa á vegg til þess að breyta einhverju. Það bara það hunsa allir viðvörunarbjöllurnar. En ég trúi því svo innilega að með svona hlaðvörpum, með svona viðtölum og fræðslu út í bæ alls konar, þar sem að þeir sem hafa lent í þessu segja frá
að það fær fólk til að hugsa. Já. Og það fer kannski að spá í, ok, þetta kannski ég komið gulaspjaldi, skilur. Ég ætla ekki að fá rauða. Akkurat. En ég vona það svo innilega og ég trúi því. Já, og ég held þetta sé að breytast, þú veist, bara eins og við hefum talað okkar á milli, þú veist, að kynslóðin svona á eftir okkur, við erum báður fertugt og vorum bara aldrei uppi ákveðin, þú veist, það bara, þú veist, foreldra okkar eru af þeirri kynslóð að þú veist, þú ert ekki mikið að bara opna þig kannski með þína líðan og tilfinningar og það að þú veist, segjast vera, þú veist, þreyttur eða þetta sé of mikið, þú veist, það kannski bara var aldrei í boði fyrir þau. Þú veist, það bara þú þurftir að lifa af og þú ert bara að sinna þinni vinnu og halda áfram, þú veist, það er svona áfram á hnefanum. Þannig að þú veist, við svolítið lærum þetta, þú veist, ölumst upp við þetta og förum svona inn í þetta líf að bara, ok, þetta er leiðin, maður bara áfram gaksa, maður hvað á dynur, sem auðvitað verður til þess að við bara síðan hrynjum auðvitað þegar við erum búin að vera hunsa, við getum ekki hunsa heilsun okkar, það er bara ekki hægt, en svo, þú veist, kynslóðin á eftir okkur og svona eins og börnin okkar, þannig þau eru miklu meðvitaðar í dag það að það þarf að hugsa alltaf sína heilsu og velliðan og þau eru miklu opnar það, þú veist, að maður má tala tilfinningar og maður má, þú veist, ræða við foreldra sína hvernig mann líður og hvaða skoðanir maður hefur og allt þetta, þannig að, þú veist, þetta er eitthvað sem að, þú veist, ég allavega hafði ekki rými þegar ég var að alast upp fyrir þetta og ég finn það bara, þú veist, kynslóðin núna, einhvern veginn svona, sko, börnin mín, þú veist, ég er með 3 unglinga í dag, þau eru 14, 17 og 19 ára, hvað þau eru rosalega opin og meðvituð það að hugsa vel sína heilsu, þú veist, bæði að, þú veist, hreyfa sig og æfa og allt þetta, en eru líka svo ótrúlega opin að tala bara þú veist, ef að þau eru að upplifa kvíða eða einhverja vanlíðan, þá er bara, þú veist, þá vilja þau bara ræða það. Þú veist, þegar ég var lítið barn, þú veist, þá gæti ég ekki sagt við einhvern hvað kvíði var. Nei, þú veist, ég gæti ekki sagt við einhvern, ég er alltaf með einhvern risa kvíðan út í maganum, ég veit ekki eins og hvað þetta er. Þú veist, þannig ég held að, kynslóðin sem er að koma núna og bara, þú veist, og yngra fólk en við, og við séum ekki svo gamlar, mér finnst fertugt bara besti aldur, sko, að ég held að þau séu miklu opnari, að bara við verðum að pæla í þessu, þú veist, bara heilsan er allt, að því ef þú missir heilsuna, þá ertu að missa allt, þú veist, að missa lífsgæðin þín, þú getur ekki gert það sem þið langar til, þú veist, vinna, rækta þig, áhugamálin, bara, þú veist, að því þegar við erum að tala það raunverulega að líkaminn gjörsamlega gefur sig og þú ert örmagna, þú veist, þú hefur ekkert val, þá ert þú bara, ok, þetta er núllpunkturinn og ég þarf smátt og smátt að byggja mig upp og það tók mig mörg ára að gera það. En hvað er heilsa fyrir þér? Já, nákvæmlega. Sko heilsa fyrir mér, þess að góð heilsa, þú veist, að hafa góða heilsu, það er að líða vel í sjálfum sér. Það er heilsa fyrir mig. Að líða vel í sjálfur mér er eitthvað sem ég er búin að sjá það bara í gegnum allt mitt, bara heilsu brölt, að finna, þú veist, að vera í sátt við mig, þú veist, vera sátt við líkama minn, vera sátt við alla brestina mína, þú veist, bara svona samþykja mig eins og ég er, þú veist, það er að hafa góða heilsu, að því ef að mér líður vel með sjálfur mér þá er heilsan mín mjög góð. Ég er alveg sammála þessu. En heldur þú að ofurkonan Bjargey hefði skilgreint heilsu á annan hátt? Já, ofurkonan Bjargey hefði sagt að ef ég væri heilsusamleg og þú veist, að þá væri ég ógeðslega dugleg, þá væri ég að mæta ræktina 6 í viku, þá væri ég að borða, þú veist, eitthvað svona prógram frá einhverjum svona þjálfara sem væri ekki, ég vil að þjálfa fólki eitthvað fitness eða eitthvað, sko, að það hefði verið svona, í mínum huga, þá væri ég heilsuhraust, sko. Og þannig að ég er, þú veist, það er heimin og haf, hvað ofurkonan Bjargey hefði, þú veist, sagt að vera heilsuhraust og hvað heilsa væri, sko. Þannig að, en mín ofurkonan er alltaf löngu farin í orlof, þannig að sem betur fer. Sem betur fer. En hvernig byrjaðir að vinna þig tilbaka úr þessu? Nákvæmlega. Þurftirðu mikla aðstoð eða er þetta eitthvað sem þú gast gert sjálf? Eða? Bara algjörlega, þú veist, þetta er bara, þú veist, það er bara, þú þarft heilt þorp skilur þú þarft að takast á við það að vera örmagna. Þú þarft að fá ótrúlega mikinn stuðning og, menna, þú veist, kerfi í dag er kannski ekki beint svona það auðveldasta fyrir fólk, það er ekkit of mikið í boði og úrræði og svona, en ég sem sagt náttúrulega var á vinnumarkaði og fer þá inn í sem sagt það að ég átti rétt, þú veist, hjá virk, þannig að ég fæ ráðgjafa þar
og byrja bara svona, þú veist, einmitt að vinna í áföllunum mínum, þú veist, taka þau og fór í svona áfalla meðferð hjá sálfræðingi alveg í heilt ár, sem var náttúrulega bara ótrúlega stórt og allir svona, ég myndi segja væri algjör svona grunnur þegar þú ert einmitt örmagna og þarf að fara að byggja þið upp algjörlega frá grunni að þú alltaf númer 1, 2 og 3 að fara inn í líðanina þína. Þú veist, það ekki þannig að þú ert rúmliggjandi hugsa bara nei, þú veist, en í fyrramáli ætla ég að fara út að hlaupa. Ég meina, þú veist, það virkar ekki þannig, það ekki hægt. Og það áfall að missa heilsuna. Það líka mjög stórt áfall að missa heilsuna, þú veist, þú geta ekki unnið. Þannig að það, ég myndi segja að það hafi kannski líka með svona hjálpa mér hvað mest að ég fór bara strax að vinna í andlegu hliðinu minni, bæði að, þú veist, fara til sálfræðinga, fór í áfallameðferð og alls konar, þú veist, leitaði til alls konar þerapista, kynntist á þeim tíma, Kranjó, Sakral Therapy, höfuðbeina og spjaldryggja meðferð og fer síðan sjálf að læra það, þú veist, 2013 hafði mikinn áhuga á þessu, mér fannst svona ótrúlega áhugavert hvernig var hægt að vinna með huga og líkama saman tíma. Hvað höfuðbunds og spjaldmeðferð fyrir það sem ekkert? Akkurat. Sko þetta í raun og veru svona, þú veist, í grunninn bandvefslósun, að verum að vinna með bandvef líkamanns, þannig að sá sem að kemur í meðferð, í Kranjó, hann til dæmis liggur á bekk og meðferðarinn svona vinnur með bandvefin, með svona mjög mjúkum hreyfingum og maður svona að finna, þú veist, hvar fyrirstur eru í líkamannum og vinna með að losa þær. En það sem gerist þegar við erum inn í þessari vinnu, að eins og til dæmis inn í bandvefnum okkar, að þar sitja tilfinningar og gömul áföll og alls konar dót sem við bara erum að geyma og við áttum okkur ekki endilega á því. Það drasl. Alls konar drasl. Að það sem gerist í Kranjónu að það verður svona ákveðin sálvefræn losun sem kölluð somato-emotional release og þar meðferðaraðilinn að hjálpa einstaklingnum að losa út úr líkamanum og bandvefnum það sem situr fast. Þannig að þú ert líka alveg í ákveðinni svona samtalsmeðferð, það partur af því að vera í Kranjó að þú ert að ræða þína upplifun af meðferðinni og hvað þú ert að skynja og bara allt sem að gerast í þínu lífi. Þannig að þú ert að vinna með líkamann á sama tíma og þú ert að losa úr líkamannum en þú nota líka orð og samtal til þess að vinna úr því og þannig að því að stundum þarf maður nú líka bara einhvern að tala við sko, bara hvað maður að upplifa. Það náttúrulega líka alveg mjög stór partur af því að vinna til dæmis út úr áföllum. Þannig að ég kynnist þarna Kranjón á þessum tíma og í raun og veru kannski þú veist, það var eitthvað sem ég get algjörlega sagt að svona, ég ætla bara að leyfa mér að sletta, þú veist, bara blew my mind. Bara þú veist, það var algjörlega sturlað, þú veist, eftir að hafa verið í mikilli áfallavinnu hjá sálfræðingi, sem eitthvað sem ég hefði aldrei vilja sleppa en eitt slíkt, en að sjá kannski árangurinn á einum tíma í Kranjó, versus að vera búin að vera í sálfræði meðferð í heilt ár. Já, það var rosalega stórt að bara átt að segja á því bara, heyrðu, það líka hægt að losa alls konar út með öðrum leiðum, til dæmis náttúrulegri leiðum, að því að lyf henduðu mér ekki. Og það ekki þannig að ég sé á móti lyfjum með neitt slíkt, ég bara prófaði einhver lyf sem áttu að hjálpa mér, en mér leið bara ver af þeim. Þannig að lyf voru ekki að hjálpa mér, og þarna þurfti ég að finna eitthvað sem geti hjálpa mér að því að mér leið umurlega. Og þarna var Kranjó bara einhvern veginn að hjálpa mér að losa bara mikla spennu, við vorum að vinna með það bara, þú veist að allt í einu fór mér að líða miklu betur í líkamannum mínum, bara verkir minnkuðu og alls konar króníski verkir sem ég var búin að vera náttúrulega með í mörg ár og vissi það náttúrulega ekki þá að þetta væri, þú veist, gömul áföll og eitthvað sem ég væri ekki búin að vinna úr, en þarna opnaði þetta algjörlega nýjan heim fyrir mér og ég fer að læra þetta sjálf og byrjaði bara strax, þú veist, að meðhandla aðra og það var rosalega mikil þerapía fyrir mig. Að það alveg partur af minni uppbyggingu, að því ég var í endurhæfingu alveg í tæp 3 ár og inn í minni endurhæfingu var ég líka ótrúlega mikið að fá orku og kraft út frá því að ég væri líka styðja við aðra sem að leið ekki nógu vel og voru að upplifa kannski eitthvað svipað og með verki og allt þetta. En að Kranjó var svona strax einhvern veginn eitthvað sem að bara svona togaði algjörlega í mig, ég bara fann það og svolítið fyndi að því ég lærði félagsráðgjöf í HÍ og bara æðislegt nám og ég sá mitt algjörlega fyrir mig bara vá, geggja að fara að vinna með fólki, þetta var eitthvað sem ég hefði algjörlega áhuga á bara frá því ég var lítið stelpa, vinna með fólki og bara hjálpa fólki að líða betur, það var svolítið svona einhvern veginn í kjarnanum mínum
En svo verður það svolítið sjokk fyrir mig að þú veist, þegar ég fer til dæmis, ég fór í eitthvað svona starfsnám með eitthvað sem áttur að prófa að vinna einhvers staðar og í smá tíma átt svona reynsla sem hún fæði í náminu og þannig ég bara alveg að fara útskrifast. Ég man alltaf eftir þessu augnableiki að það félagsráðgjafi sem að sýni með skrifstofuna sína og bara svona, þetta var einhver svona, þú veist, þjónustumiðstöð og hjá félagsþjónustunni og hún að fara að taka við tölunan dag og ég átti bara svona að fylgjast með að horfa og hún segi við mig það bara mjög mikilvægt að þú vitir það að hér inni mátt þú ekki sýna neinar tilfinningar. Þannig að þó einhver brotni niður og fara að gráta, þú veist, þá þarfst þú algjörlega að halda andliti og þú þarfst að, þú veist, þú mátt ekki fara inn í það. Þú mátt ekki fara inn í sásauka sem einhver manneski að upplifa. Þú þarfst að vera mjög fagleg og svo náttúrulega bara það regla númer 1, 2 og 3 að við snertum ekki skjólstæðinga. Þess, þú mátt ekki leggja hendi á öxl eða knúsa einhvern eða eitthvað svona. Og þetta myndi ég segja kannski að hafa verið svona ákveðið svona defining moment í mínu lífi að átta mig á því að ég væri aldrei að fara að vinna sem félagsráðgjafi. Þú veist, þetta ekki í mínum kjarna, þú veist, í mínu elementi, þú veist, Það þarf hlýju og ég þarf allan tilfinningaskalan, þú veist, ég þarf að geta verið manneskja með öðru fólki í allri minni vinnu, þú veist, ég græt með fólki, ég hlæ með fólki, ég faðma fólk, ég legg hendur á fólk í góðri merkingu, þú veist, þegar þú ert í meðferð hjá mér, þegar þú kemur í Kranió, þú veist, þá ég að halda utanum þig, ég að halda við líkamaðinn, ég að styðja við þig, losa það sem þú þarft að losa og þetta bara eitthvað sem ég fann að, þú veist, ég væri aldrei að fara að vera í einhverju svona boksi þar sem ég mætti ekki sína tilfinningar eða ég mætti ekki snerta fólk og þú veist, það alltaf góður ásetningur þegar að þú ert að, eins og þetta ég að segja, þú veist, ég snerti fólk í meðferðarvinnunni. Við að tala að það ekki óviðeigandi snerting. Við að tala það að þegar að manneskjan finnur að hún þarf á stuðningi að halda. Það manneski sem leita til þín og hún finnur, ég þarf bara að fá eitt knús í dag. Ég tilbúin að gefa það. Skilur, þú veist, þetta snýst bara það að við finnum að við séum bara í orkun okkar, í kærleikanum, í flæðin okkar og ég á bara alveg ótrúlega mikið af ást og kærleika að gefa og get gefið öðrum með mér og mér finnst það bara dásamlegt og það hægt að fara inn í meðferðarvinnu svona, þú veist, það hægt að gefa og það hægt að þú þarft ekki að loka þér til þess að vera til staða fyrir aðra. Það bara að vera svolítið svona manneskja, vera, á jafningi grundvelli, minnst það skipta ótrúlega miklu máli. Svo hélstu áfram að læra að kynna þér fleiri svona Já, ég náttúrulega bara þú veist, ég hef bara óbilandi áhuga á heilsu. Af því það bara, þú veist, ég bara mist hana og ég þurfti að fá hann tilbaka og ég þurfti að finna leiðir og þannig að þú veist, ég hef bara ótrúlega mikinn áhuga á allri næringu, þú veist, bara hvernig við til dæmis nærum okkur og hef bara algjörlega unni með það í mínu lífi, þú veist, að finna það út hvaða næring henta mér og hvers vegna og hvernig ég, þú veist, byggja upp mataræðið mitt og hvað það auðvitað þá gefur mér og minni heilsu að hugsa vel þannan part. Síðan náttúrulega bara, þú veist, hreyfing númer 1, 2 og 3 í mínu lífi, ég þarf að hreyfa mig, ég rosalega ofvirk. Þannig að ég þarf að, þú veist, ég þarf að fara í ræktina og ég þarf að pumpa og ég þarf að hamast, skilur, ég þarf að fara á og ég þarf bara að hlaupa stundum í klukkutíma bara til þess að minnka ofvirknina, skilur, þú veist, það bara, ég finn þetta bara fyrir mig, en svo sama tíma hef ég þess að ótrúlega miklu þörf fyrir líka ró og finn það líka minn og alltaf það maður kannski með svolítið ofvirkan haus að þá þarf maður líka að finna leiðir, hvernig ætla ég að kyrra hugan. Og þannig hef ég svolítið fundið mínar leiðir, þú veist að ég byrjaði að stunda hugleiðslu 2018 og náði bara, þú veist, einhverjum sturluðum árangri, þú veist, í andlegri heilsu bara með hugleiðslu, þú veist, og ég var bara hugleiði stuttastund heima, þú veist, kannski með Hvernig mælirðu svona að þú náðir þessum mikla árangri? Að inn í hugleiðslunni þá var ég að gefa mér rými til þess að vera ég sjálf. Og þú fannst bara svona mikið mun, það þessi árangur. Árangurinn ekki bara það, heldur líka það að, þú veist, ég var að glíma við þunglindi, þú veist, ég var að glíma við kvíða og þunglindi, búið að fylgja mér bara, þú veist, alla ævi og að finna þessa leiðir, þú veist, hvað það sem að gefur þér, þú veist, betri líðan og vellíðan og hugleiðsla var eitt af því og hugleiðsla hjálpaði mér að minnka verkið mér mikið og tengjast sjálfur mér. Þannig að þarna, þú veist, fann ég svolítið bara, ok, þú veist, hér með eitthvað svona
lyf, þú veist, þetta eitthvað töfradæmi sem að svo einfalt, skilur, þú veist, þú getur hugleitt hvar sem hvenær sem þú veist, það eina sem þú þarfst að gera að gefa þér tíman í það og ég bara þú veist, setti svolítið svona, ég fór gera svona samningu sjálf mig, þú veist, þó hafi bara 2 mínútur, þá hugleiður það samt í 2 mínútur, þú veist, það bara eitthvað sem þú gerir á hverjum degi, en þú veist, þó að það sé bara þannig ég þurfa að setja með heyrnartól og loka mig inn á klósetti og þykjast þurfa á klósettinu skilur og heyri ekki af einhverja banka, fattaru þú veist, já, að þá hefur það samt þessar 2 mínútur, þannig að þetta var eitthvað sem ég bara ok, ég ætla að prófa þetta og kannski út frá hugleiðslunni að þá leiðist ég meira inn á kannski brautir sem að ég svolítið að vinna með í dag og hérna ég búin að vera að kenna námskeið núna alveg í mörg ár og einhvern veginn alltaf auðvitað að þróa þau og allt þetta en ég búin að finna það svolítið að vinna með taugakerfið svolítið grunnurinn af því að vinna með heilsuna sína og vinna með taugakerfið þá það náttúrulega það að þú þarft að læra að róa taugakerfið og þú þarft líka að læra hvernig þú getur örvað taugakerfið og fundust ef að þú ert í hérna til dæmis örmögnun, þú veist, ég meina taugakerfið bara lamað, skilurðu. Þú veist, hvernig getur fundið leiðir til þess að gefa kerfinu mínu orku og fengið kraftin minn aftur, fundið, þú veist, lífsorkuna mína og kraftin og bara þetta power sem við höfum öll, en stundum erum við bara búin að klára það, þú veist, búin að keyra okkur út. Þannig að það svolítið svona kannski það sem að ég hef haft alveg sjúklegan áhuga á síðustu ár og búin að stúdera rosalega mikið. Þú veist, hvernig vinnum við með þetta mikilvæga kerfi, taugakerfið. Og svo að koma svolítið inn á það að hérna, það náttúrulega tengist síðan auðvitað inn á hormónakerfið okkar og núna ég kona sem að fara inn á breytingaskeið og búin að átta mig svolítið á þessu mikilvægi að þú veist, þetta all hlutir sem þurfa líka að vera í lagi til þess að öll heilsa sé í lagi. Og ég svona búin að vera mikið í öndunaræfingum og hérna sjósundi og svo byrjaði ég á minni jóga vegferð og sem sagt núna bara að útskrifast í febrúar sem ég jógakennari já, var að klára lokaprófið í gær þannig að yin-jóga fyrir það sem ekki þekki svona mjög róandi jóga stöðunum haldið lengi mjög róandi jóga sem að einmitt, þú veist, gerir þetta fyrir mig, þú veist, bæði kyrra hugan þess að bara koma með niður í ró og að vera með mér, þú veist, ekki vera með hausinn út allt en á sama tíma ert að vinna í djúpri vinnu með bandvefinn þannig að þú ert að fara í alls konar stöður sem að eru teygjur og þú fer síðan alltaf dýpra og dýpra inn í teygjuna þannig að þú heldur kannski sömu stöðu í 2-6 mínútur en ert alltaf í velliðan, skilur, þú ert aldrei að fara við sársaukamörk, þú ert að finna það, þú veist hvar svona eru mín mörk, hvar liggja þau og inn í þessu þá byrjar að losna, þú veist, þarna ert að losa úr bandvefnum, bara uppsafna, spennu, þreytu, orku, þú veist, hérna, það getur verið áföll, tilfinningar og allt þetta. Þannig að þetta mjög svona sjálfstætt framhald á því að vera í kranjónu, þú veist, þetta bara tengist allt saman og þannig maður líka, þú veist, æfa náttúrulega að gera öndunarhæfingar og hugleiða og allt þetta. Þannig að ég svona bara svolítið fann mig í jógakennaranáminu, þú veist, bara ok, þetta er sem ég ætla að fara að bæta inn í það sem ég er að gera. Já, og ég náttúrulega, sko, frá 2018 og þá er ég búin að vera með sjálfstyrkingarnámskeið fyrir konur. Og það er bara eitthvað sem að kalla á mig svo ótrúlega sterkt, þú veist, fyrir nokkrum árum og ég byrjaði hérna, í Heilsuborg sem var og hét, hérna Erla Gerður Sveinsdóttir læknir sem að starfaði þar og hún fekk mig til þess að koma inn í prógram sem hún var með fyrir einstaklingar sem voru að leita sér aðstoðar vegna ofþyngdar. Að því ég fór í gegnum þá vegferð, þú veist, að leita mér sjálf aðstoðar vegna ofþyngdar og þurfti virkilega að hérna, fá hjálp þar að því heilsan mín var ekki góð og ég svona bara einhvern veginn byrjaði þarna svolítið svona, einmitt í svona heilsubröltinu og áttaði mig á því ég bara áttaði mig á því þarna hver er ástæðan fyrir því að ég vakna á morgnana og ég borða hollan góðan morgunmat og fer síðan og hreyfi mig versus það að hver er ástæðan að ég vakna og það er bara einhvern veginn allt ómögulegt og mér langar ekki að gera neitt gott fyrir sjálf mig og það eina sem ég hugsa þegar ég vakna er kannski að fá mig bara kók og súkkulaði, skilur, og ég fór svo mikið að pæla bara hvað er í gangi hér, af því að þú veist, ég vildi alltaf heilbrigðara lífið, þú veist, ég vildi ekki vera 50 kílóum og þung, skilur, hver vill það? Það er enginn sem að velur það og það sem ég áttaði mig á þarna, það var bara að þú verður að hafa kærleikan, þú verður að hafa væntumþykjuna til þín og vera virðingu fyrir sjálfum sér. Akkurat, og ef að þú
finnur raunverulega að þið þykir vænt þig, þú veist, þess að bara hráu raunverulega tilfinningu, bara með þykir vænt mig eins og ég þá fyrst kemur virðingin og þá kemur þetta inn að þú bara hugsar, þú veist, ég ætla að hreyfa mig og ég ætla að næra mig vel af því að ég elska sjálfa mig og ég ætla að gera eitthvað gott fyrir mig og að fara út úr þessum, þú veist, vítarhring sem ég hafa búin að vera í þú veist, 100 ár að brjóta mig niður, þú veist, ég of þung, ég of feit, ég of þetta, þú veist, ég alltaf bara svo ómöguleg að fara úr þessum hugsunarhætti inn í það að bara ég geggjuð eins og ég þú veist, og ég hef tekið þetta dæmi á námskeiðum sem ég hef verið með, sérst fyrir konur, að ég stóð nakin fyrir framan baðherbergi speilin þegar ég var 120 kíló og ég horfði á sjálf mig og ég horfði í augun á mér og sagði ég elska þig eins og þú ert og þú ert geggjuð og það á þessu mómenti sem ég átta mig á því að þú veist ég væri alltaf að fara þarna inn í þessa vegferð að elska mig nákvæmlega eins og ég væri að því að ef ég myndi ekki gera það þá væri ég aldrei að fara að ná þessum árangri sem ég myndi sækjast eftir og þannig byrjaði þetta að ég fór að kenna sjálfstyrkinga námskeið veist, og mín námskeið eru nákvæmlega þetta, þau ganga út á það að við finnum kærleikan innra með okkur og við fyrum að rækta hann og við fyrum að tilenga okkur sjálfsumhyggju og við fyrum að tilenga okkur það að hugsa fallega til okkur og vel okkur að því að þaðan koma síðan allir töfrarnir. Mér finnst þetta að vera svolítið þannig, við erum alltaf að leita að einhverjum skyndilausnum, einhverju svona quick fix, en þetta allt innra með okkur, þetta bara ákvörðun, þetta að elska sig og bera virðingu fyrir sér, af hverju vel ég að gera þetta, ekki ég þarf að gera þetta, heldur ég vel að. Já. Það svolítið mikilvægt finnst mér að hafa það í huga, að því að mér finnst núna til dæmis eins og svona stór inngrip eins og ég veit að Erla gerði vinnu mikið með ofþyngdarsjúklingum og mjög oft fara einstaklingar í magaermi og ég þekki ekki alveg nöfn á þessum öllum. Já, það er magaermi og það hjávita. Já, en sko og ég skil mjög vel og ég veit að fólk þarf að byrja að vinna með hugan en í dag eru margir að fara fram hjá því, kaupa sér bara sjálfur svona aðgerð, einhver staðar, út í heimi eða annar staðar. Já. En þá gleymist þetta, þú þarft fyrst að vinna með hugan og vera tilbúin í þetta ferðalag. Þarna ertu að reyna að kaupa þér eitthvað quick fix. Þannig að ég verð alltaf svona, þú veist, af hverju vill einstaklingur, flóki kannski að setja sig í hugan hjá öðrum, en það eins og við sem að gleyma hverju skiptir máli. Hvað skiptir máli? Skiptir máli að, þú veist, ofþyngdin svona rosaleg, auðvitað hamlar manni og hefur áhrif á alls konar, þú veist, getur valda alls konar lífstilsjúkdóma, menn ég skil að fólk vilja léttast, en það er svo mikilvægt að gera það á heilbrigðan hátt. Já, þetta bara, ég algjörlega sammálaður og ég náttúrulega búin að vinna með Erla gerði síðan 2018 og enn að vinna með henni, þú veist, á námskeiðum og ég sérst partur af hennar teimi hjá mín besta heilsa sem heldur utan fólk sem til dæmis að fara í efnaskipta aðgerðir. Þannig að við erum með námskeið fyrir fólk, þú veist, sem að undirbúa sig fyrir aðgerð og síðan líka fyrir þá sem hafa farið í aðgerðir og allt þetta. Og það hennar sýn, þú veist, algjörlega á offitu meðferð, hennar að það hennar sýn að fólk þarf að vinna heildrænt með heilsuna sína. Það engin, þú veist, það engin að fara í gegnum hana að fara í aðgerð nema að búin að undirbúa sig og þú þarft virkilega að gera það vel og það þarf allan þennan stuðning og þú þarft að vinna með andlegu heilsuna þína, þú þarft að vinna með mataræðið þitt og næringuna þína. Flestir í ofþyngd eru til dæmis í miklum næringaskorti að þau borða svo lítið, þú veist, þetta bara þú veist, halda alltaf þessi að borða svo mikið og þetta bara eitthvað sem að þarf að vinna algjörlega með áður en fara í svona stórt inngrip eins og efnaskiptaaðgerð en á sama tíma þetta gríðarlega stórt og mikilvægt úrræði fyrir fólk sem þarf á því að halda af því að sko offita sjúkdómur og það má ekki líta fram hjá því og þetta eitthvað sem að þarf að standa fólki til boða sérstaklega þegar að það hefur í raun og veru reynt allt en það hefur ekki náð árangri og offitan farin að valda fleiri sjúkdómum veist, því hún náttúrulega býr til fleiri sjúkdóma og það má ekki sko, mér finnst alltaf svo sorglegt og ég veit að þú ert ekki að horfa að þannig en mér finnst alltaf svo sorglegt þegar að fólk að dæma, þú veist, til dæmis að segja bara já, þú veist, þessi hoppaði nú bara til Póllands í magar með eitthvað, sko, við verðum að gera okkur grein fyrir því að fólk í neyð
og fólk jafnvel búin að fá skilaboð frá sínum læknum bara þú verður að létta þig og þú verður, þetta bara þú bara að deyja úr fitu, offitu ef þú gerir ekkert og fólk færi sér skilaboð en það færi ekki rétta stuðningin og það færi ekki réttu fræðsluna og það það sem svo mikið að í íslensku samfélagi, að við bara erum ekki að veita nógu góðan stuðning og það eru úrræði sem standa til boða eins og til dæmis hjá Erlugerði hjá Mín besta heilsa. En komast allir að? Já, það komast allir að á námskeið en svo náttúrulega, eitthvað ferli með það hversu margir komast, inn í sjúkratryggingakerfið eins og að fara í aðgerð og allt það með niðurgreiðslu og svoleiðis en það geta allir farið í undirbúningin og fræðsluna og allt þetta, þannig að þú getur farið inn í þetta. Ég get þeim miður ekki lofað hvað Íslenska ríki ákveður að leyfa mörgum að fá þjónustu á hverjum tíma fyrir sig sko. En ég var alls ekki að gera lítið úr þessum aðgerðum, það var ekki það sem ég átti og ég veit það sko, ég veit nákvæmlega hvað þú kemur. Ég bara hugsa að því að ég heyrði bara umræði í gær, þá var einhver að segja að hún býr í pínlitlu sveitafélagi og þar voru sko einhverjar næstu 15 konur búin að fara í svona efnaskiptaaðgerð og sem var rosalega stór fjöldi með að við íbúafjöldan. Algjörlega. Og hún sagði þetta bara eins og einhver tísku fyrirbæri. Það fannst mér svolítið erfitt að heyra. Ég sagði, fólki í alvörunni að gera þetta ef það ekki nauðsyn? Já, og það er ekkert mál að labba til dæmis bara inn á klíningina hérna á Íslandi og kaupa sér aðgerð. Ég meina ef þú getur borgað þá færið aðgerð og það eru ótrúlega skrýtnar reglur í kringu það. Það ekki uppfylla einhver ströng skilyrði? Nei, ef þú getur borgað fyrir aðgerð þá er mjög mikla líkur á því að hún verði gerð og því miður þá þarf algjörlega að bæta þarna, þetta bara mjög siðlaust, og ég ætla ekki að skafa af mínum skoðunum, mér finnst þetta ekki lægi, mér finnst ekki lægi að fólk geti til dæmis, ég veit dæmi, bara mjög ungar konur, sem að hafa labbað þarna inn og sagt bara, ég vil fá aðgerða því að ég hef heyrt að einhver léttist og þetta er kannski ung kona sem er alls ekki mikilli yfirþyngd, hún er kannski bara með einhver aukakíló og hefur ekki fengið réttan stuðninga aðstöð með það, hún er ekki komin með sjúkdóminn offitu eða í vandamálum þannig skilur og það er ekki kominir einhverjir heilsutengdir aðri sjúkdómar, við erum bara að tala að það er einstaklingu sem er í einhverju smá yfirþyngd, sem er jafnvel alls ekki eitthvað mikið, getur bara labbað hann inn og farið í aðgerð sem að gjörsamlega breytir lífiðin til frambúðar. Það að fara í efnaskipta aðgerð breytir öllu efnaskipta kerfi líkamanns. Það er aldrei neitt að fara að virka eins í líkamanninum og fólk gerir sér ekki grein fyrir þessu hversu risastórt inngripið er. Það heldur að skella sér í magaermi eða hvað nú skilur að það sé bara eitthvað sem að þú bara já, ég ætla bara að henda mér í svona aðgerð og þá bara, mun ég aldrei þurfa að pæla í þyngd aftur. Geta þá verið alls konar aukaverkanir? Algjörlega. Ja. Það eru rosalega miklar aukaverkanir sem geta komið fram eftir efnaskiptaaðgerðir. Bara eftir hjávetu er mjög algengt að fara í alvarlega næringarskort. Það er mjög algengt að fá garnaflækju. Þetta eru fullt af hlutum sem hafa mikil áhrif á lífsgæði og heilsu fólks og það sem að fólk til dæmis átt að segja ekki á þegar það til dæmis fer í ermi. Ég meina þú ert að fara að borða pínu litla mataskammta, magina þeir eins og banani í laginu og þú kemur cirka bát því magni þá í einni máltíð í hennan litla maga og það er ekki eitthvað sem að bara, eftir 10 ár þá bara neini ég er hætt í þessu, núna ætlum ég bara að geta skellt mér á brönnshlaðborskiluru og tróðið í mig, það er aldrei að fara að gerast. Þetta er rosalega stóra breytingar á lífi mannesku og það er ekki kynnt fyrir fólki þegar að til dæmis engaðalar eru bara að selja þessa þjónustu og það bara stendur fólk til boða og af hverju ekki að leyfa þeim að fara í aðgerð ef þú græði peninga á því. Ég skil alveg hvaðan þessir aðalar eru að koma. Ég veit alveg að þú menntaði sem skurðlæknir og hugsaðir, herðu, það er bara flottu business í því að hjálpa fólki sem að langar að létta sig, skilur. Hugsunin er alveg að vissuleiti góð þarna bakvið. En það er verið að setja fólki í inngrip sem er svo miklu, miklu starra heldur en að það kannski þurfti raunverulega á að halda. Og þá er ég að tala þessi dæmi að þetta er kannski einstaklingu sem er í örlítilli ofþyngd og hún er ekki endilega að hafa skaðlega áhrif á heilsu manneskjunnar og þá ferði í aðgerð sem að jafnvel rústar lífiðinu af því að margir verða sjúklingar eftir svona aðgerðir og mjög veikir. Þannig að þetta er eitthvað sem ég myndi aldrei grínast með og þú ferð ekki efnaskipta aðgerð nema að vera búin að hugsa það algjörlega til þaula og að það sé eitthvað sem að virkilega muni gefa heilsunni þinni, meira vægi og gildi, að það sé eitthvað sem muni bæta heilsuna þina. Það er alltaf grunnforsendan og við vitum það alveg, ég veit að þú ert náttúrulega bara ólinn í allri heilsu og allt það
að sko tala á vikt segir ekki til heilbrigði einstaklings. Alls ekki. Þú getur verið í ofþyngd samkvæmt, þú veist, BMI, en þú getur verið með mikinn vöðvamassa, þú getur verið mjög heilsuhraust, skilurðu. Þú getur verið tágrönn, skilurðu, þú getur verið mjög létt, þú veist, tala á vikt er létt, þú veist, sem er eitthvað svona sem við teljum oft vera eitthvað eftirsóknarvert, þú veist, að vera rosalega léttur, þú veist, að vera mjór, þú veist, það er allavega eitthvað sem ég var alveg upp við að ég átti að stefna því, sko, ég átti að vera mjó. Það var þáttur 2 líkamsvirðingu og heilsu, það tölum akkurat þetta. Akkurat. Okkar kynslóð var alveg upp við þetta heroin lúk væri bara... Það er bara málið, sko. Ljótt að segja þetta í dag, en þetta var talið þannig, þá var þetta bara... Algjörlega. Og þú getur verið ofboðslega létt eða léttur einstaklingur, grannur einstaklingur, en ofboðslega óheilbrigður. Þannig að það er, þú veist, þarna er ekki sama sem merki á milli og við þurfum að hætta að setja fókusin á einhverja töluvikt og við þurfum að fara að skoða að mínum að við þurfum að fara að skoða líðan. Við þurfum að skoða líðan okkar og lífsgæðin. Þú veist, það skiptir mig til dæmis ekki máli í dag hver talan á viktinu minn er. Það sem ég vil geta gert er að ég vil geta hreyft mig. Þú veist, ég vil geta labba á fjöll, ég elska það. Þú veist, ég elska að vera úti, klífa fjöll, þú veist, ég elska að vera í sjósundi, ég elska að fara í ræktun og hamast, ég elska líka að vera í jóga og slaka og vera inn í bara hugleyslu og allt þetta. Ef að ég vil geta gert alltaf þessa hluti, þú veist, og ég vil geta unnið og allt draumana mína og bara allt sem ég langar til að gera í lífinu, þá get ég ekki verið 50 kílóum og þung. Það er of erfitt fyrir mig. Þú veist, ég er búin að prófa það. Ég gat ekki labbað á fjöll, ég gat ekki hjólað, ég gat ekki farið og hlaupið klukktíma í ræktinni, skilurðu. Þannig að fyrir mig, þú veist, í dag er ég 50 kílóum léttari heldur en þegar ég var sem þyngst. Það er ótrúleg lífsgæðabreyting. En talan á vigtinni er aldrei að fara að segja til það hvernig mér raunverulega líður og hver heilsan mín er. Af því að það er þessi andlega vellíðan, það er þessi sátt og að elska sig, þú veist, og bara fyrir mig er það þessi tilfinning að líða vel í sjálfur mér. Það er raunverulega það sem skiptir mig máli og þess vegna lifi ég lífinu mínu þannig í dag að allt sem ég geri, það er ég að gera af því ég elska mig. Veist, ég er að velja það að næra mig vel að því mér þykir vænt líkamann minn og ég vil hugsa vel hann. Veist, ég er að velja það að hreyfa mig að því að ég vil trýta líkamann minn. En var það erfið hugarfarsbreyting? Já, það er ógeðslega erfið hugarfarsbreyting. Það gerist ekki einni nóttu? Það gerist ekki einni nóttu og það er það sem ég er að miðla og kenna. Þú veist, á öllum mínu námskeiðum, ég er með sjálfstyrkinga námskeið að þú veist, það er þetta að við þurfum að fara inn í þessa vinnu sem er hugarfarsbreytingin og ég kalla þessi námskeið oft sko hugarfarsþjálfun. Þú veist, þú ert að koma námskeið hjá mér til þess að fara í hugarfarsþjálfun að því við þurfum að breyta hugsunarhættunum. Þú þarfst að fá aðstoð við það að hætta að hugsa neikvætt til þín. Þú veist, hætta að vera í niðurrifinu. Bara þessi innri neikvæða bila plata, skilur, sem er alltaf að senda þér skilaboð bara þú ert aldrei nóg. Þú veist, þú ert svo löt, þú getur ekki hreftið, þú ert þung, þú ert þetta, þú veist, allt þetta. Við erum að fá þessar hugsanir, þú veist, 1000 sinnum á dag. Þú veist, trúðu mér, ég var þar, skilur. Ég var alltaf ómöguleg, skilur. Þannig að, þú veist, þetta eru litlu skrefin sem við þurfum að taka að bara einn dag í einu að taka þessi skref að bara, þú veist, núna ætla ég að byrja að breyta. Ég ætla að fara að senda mér fallegar hugsanir. Ég ætla að fara að hugsa jákvætt og þegar ég fer út og hreyfi mig þá ætla ég að hugsa vákvaða flott hjá mér að fara út í dag þó ég fór bara 10 mínúna göngutúr bara geggja, klapp mér á bakið þú veist, ég gerði þetta fyrir mig, ég gerði þetta fyrir heilsuna mína þú veist, fara inn í þennan hugsunarhátt að bara ég á allt gott skilið og það að við megum leyfa okkur það og megum veit okkur það við erum rosalega föst í því að við megum ekki elska okkur of mikið hvað gerist þá? Veist, hvað gerist ef við elskum okkur mikið? Þá erum við sjálfselsk og það er ekki fallegt. Þú veist, ég var alveg fyrir það. Þú mátt ekki elska þig of mikið því þá eru sjálfselsk. Þú veist, þá ertu frek, þá ertu ómöguleg. Þú veist, það taka tíma fyrir sjálfa þig, það er algjör frekja tilætlunarsemi. Þú veist, þetta er bara, já, en ég sérst vinn við það að kenna konum að verða sjálfselskar. En að þú vinnur svona mikið með konum, hefur eitthvað spáði af hverju er svona mikil kynjamunur? Þú veist, þetta er miklu algengara vandamál hjá konum að elska sjálf sig ekki nóg. Pældu, þú veist, af hverju eru við aldar upp svona? Ég held að þetta sé svolítið mikið, þú veist, að tengjast inn á það að
þú veist, ég meina við eigum að sjá þú veist, börn og heimili og hugsa fólki okkar, þú veist, þetta umönnunar byrðin, þú veist, á konum og við vitum það og bara öll umræða hugræna byrði og þriðju vaktina og ég er ekki að tala bara umræði, ég er að tala niðurstöðu rannsókna, sýna það að ábyrðin á konum. Þannig að það er ekkert hægt að þræta það og við erum undir meira álagi, heldur en karlmenn og svo erum við líka alin öðruvísu upp. Þú veist, karlmenn fá meira rými til þess að vera þeir sjálfur. Það er svolítið svona eins og til dæmis þegar við erum litla stelpur að þú manst bara eftir, þú veist, í skólastofunni skilurðu að óþekku strákarnir, þú veist, það var svolítið bara, já, hann er bara svo óþekkur, þú veist, það er ekkert að gera í þessu. En ég meina að það fór alltaf hliðin af einhver stelpa, þú veist, fær að taka, þú veist, öskra á kennaran eða, þú veist, hrind einhverjum með skilurðu, þá náttúrulega bara var eitthvað stórkostlega mikið að henni, skilurðu, við erum, þú veist, aldar upp við það að við að vera penar og prúðar og láta lítið fyrir okkur fara og þetta eru þessi svona kynjahlutverk sem við erum svolítið sett í frá blötu bassbeini að við erum aðilar og þeir eru sem sagt, svona þeir sem að svona skaffarar, þú veist, þeir eru að fara út að vinna og vera duglegir strákar og koma með peninga og við að vera góðar og stilta stelpur og hugsa börnin og hugsa heimilið og allt þetta og inni held ég öllu þessu að þú veist þá blandast bara þetta svona samfélagslega að við einhvern veginn erum ekki, þú veist við kunnum ekki að taka okkur þetta rými og taka þetta plás, strákar eru betri í því, þú veist þeir eru betri í að taka sér plás, hafa hærra, þú veist eru óhrættari við að sækja tækifærin á vinnumarkaði og allt þetta á meðan að við kannski höldum aðeins meira aftur á okkur við stelpunar og konunar. Finnst þér þetta að vera aðeins að breytast? Já. Finnst þér það ekki? Mér finnst þetta að vera klárlega með auknu jafnrétti og öllu þessu. Við náttúrulega hefnar að búa í Íslandi þessum bara gífulega mikið jafnrétti. Jú, og af hverju þetta breytast? Af því að við ætlum ekkert að láta þetta yfir okkur ganga lengur. Það er bara þannig. Ég meina, þú veist, þetta er okkar að breyta því. Ég meina, það er ógeðslega vant að heyra það. Þú veist, ég meina, ég var kona sem að, þú veist, útbrunnin, þú veist, 3 barna móðir, í ofþyngd, mér leið ömurlega með sjálfa mig, ég var alltaf með verki, ég var bara, þú veist, mér fannst bara lífið vera ógeðslega ósangjant við mig, þú veist, ég meina, þú veist, þetta er bara vondur staður að vera á, að vera inn í þessari vanlíðan, en svo þegar þú ferð að finna, þú veist, kraftiðinn og þú ferð að vinna í þér og bara eins og fyrir mig að bara átta mig á, bara herðu, þú veist, ég er sko manneskja, já, ég er mamma, ég er eiginkona, þú veist, ég er í öllum þessum hlutverkum en ég, Bjargey, er manneskja, þú veist, og ég hef bara, þú veist, svo mikið að gefa og mér langar svo mikið að rækta sjálf á mig, mér langar að vinna, þú veist, byggja upp allt sem ég er að gera, þú veist, vaksa sem einstaklingur og það er ótrúlega mikilvægt þegar þú ferð að sko átta þig á mikilvæginu að finna þennan kraft að ég til dæmis áttaði mig á því á einum tímapunkti þegar ég var svona byrjuð að sækja meira út á vinnumarkaðinn og bara mörg tækifæri voru að opnast og mikið svona einhvern veginn í gangi hjá mér að ég fór að fá svona samviskubits tilfinningunni, nú er ég ekki nógu mikið heima, nú er ég ekki nógu mikið að smyrja nestið og allt þetta, þú veist, börnin mín þú veist, þurfa að gera eitthvað sjálf og eitthvað svona. Þarna þurfti ég virkilega að horfast í augu sjálf mig og segja, herðu, hvaða ráð á þessum tímapunkti myndir þú gefa dætrum þínum? Myndir þú segja þeim að fara á eftir draumunum sínum og tækifærunum og öllu sem þeim langar að gera og vaksa sem manneskjur? Eða myndir þú segja við þær, nei, veistu, ég held að sé betra á sérst aðeins meira heima, þú veist, smyrjir aðeins meira nesti og haldir áfram að þú þvottin fyrir úlingana þína því að þau kunnaði náttúrulega ekki sjálf. Veistu, nei, þarna fann ég bara, hvað myndi ég segja dætrum mínum? Ég myndi segja, farðu á eftir draumunum þínum og það þurfa allir að læra það að bera ábyrgð á sjálfum sér, hvort sem að það eru börnin okkar eða maki og við konur, við bara þurfum virkilega að svolítið fá þess að blautu tusku í andlitið, bara veistu að þú þarft ekki að vera í þessu hlutverki að hugsa alla aðra í þínu lífi. Þú mátt líka bara vera þú sjálf og bara gera það sem þið finnst þér skemmtilegt og gefur þér gleði. Nákvæmlega. Það er eitt sem ég langar aðeins af kannski að spyrja að því að mér finnst einhvern veginn varðandi ofþyngd, að þú veist að tala um það, já, að fólk upplifir oft svo mikla skömm. Rosalega. Og það er það sem maður kannski að kenna fólkinu að skila skömminni. Og þú nefndir orðið sjúkdómurinn offita. Já. Gætirðu sagt okkur örlítið frá honum að því ég held að séu rosalega margir sem hafa aldrei heyrt þetta. Algjörlega, ég er náttúrulega búin að lifa og hrærast í þessum heimi bara
Já, hvað 7 ár, þetta búið að vera rosa vegferð fyrir mig, þú veist, ég náttúrulega fæ sérst greiningu á sjúkdómnum offitu 2015 þegar ég leita til Erlugerðar í Heilsuborg og þá bara hefði ég náttúrulega aldrei heyrt þetta orð, bara þú veist, ég var bara feit, þú veist, það var bara í mínum huga, ég bara ótrúlega löt og ömuleg og hérna gat aldrei, skildi aldrei bara hverju gat ég ekki haldi mér í einhverju formi, þú veist, þetta bara svona, þú veist, skömmin var gríðarleg, þú veist, þannig að þarna fer ég svolítið inn í þessa vegferð og fer síðan að vinna þetta með Erlugerði og búin að vera svo ótrúlega heppin að síðastliðna ára því ég fór síðan strax að vinna með samtökum sem heita ECPO eða sérst European Coalition for People Living with Obesity sem eru sérst sjúklingasamtök, evrópsk sjúklingasamtök og ég er búin að vera að starfa með henni Sólveigu Sigurðardóttur sem er forseti samtökana og hérna Algjör Nagla og vinkona mín og ég er búin að fá þetta tækifæri að fræðast alveg rosalega mikið sjúkdóminn offitu. Ég er búin að fara á stærstu læknaráðstefnur í Evrópu síðastliðin ár, búin að fara á ótrúlega margar áhugaverðar ráðstefnur þar sem að bara færistu sérfræðingar á sviði sem sagt offitunar eru að koma saman bara og deila niðurstöðum úr alls konar rannsóknum og öllu það sem tengist þessum sjúkdómi og þarna er maður að fá þú veist þessa innsinn inn í það hvað þetta er rosalega flókin sjúkdómur. Ok. Er ekki hægt að segja frá honum í 2 setningum? Nei, það er ekki hægt og ég mæli með því fyrir þá sem vilja kynna sér að það er til sérst, klíniska leiðbeiningar meðferð offitu sem að Erlugerður meðal annars skrifaði með fleira fagfólki. Það er hægt að nálgast þær, bara maður googlar og hérna þá getur að lesið til dæmis orsakir og hérna afleiðingar og offitu og hvers eðli sjúkdómurinn er en ég náttúrulega er ekki læknir heldur bara áhuga manneski þetta þannig ég ætla ekki að tala út frá læknisfræðinni en svona í stuttu máli þá er sjúkdómurinn offita þess eðlis að þegar að umfram magn fitu í líkamanum sem sagt að þú ert með fituvef sem að þú ert ekki lengur að nýta sérst bara í svona eðlilega heilbrigði líkamsstarfsemi og komið með of mikinn fituvef að það er þegar þessi fituvefur fer að vera skaðlegur heilsunni, þegar þessi fituvefur fer að trufla önnur kerfi líkamanns, til dæmis hormónakerfið og taugakerfið og bara alls konar, að þá fer hann að búa til í rauninni sjúkdóma, þú veist, hann fer að veikja kerfið þitt og hefur áhrif á bara hjarta og æðkerfi og bara allt í eðlari líkamsstarfsemi. Þannig að fituvefurinn er farin að orsaka sjúkdómsástand í líkamanninum og þessi fituvefur, hann fer að starfa sjálfstætt, hann hefur bara sjálfstæðan vilja og fituvefur í svona miklu magni, hann vill fá meiri fituvef og hann vill sækja í það að fá meiri fitu til þess að vaxa og dafna, hann þykist rosalega klár og ætlar að hérna taka yfir og stýra kerfunum okkar. Þannig að það að vera komin með sjúkdóminn offitu þýðir það að þú ert ekki lengur með valdi við því að bara, nú ætlum ég bara aðeins að hreyfa mig meira og borða hollara og þá bara léttist ég. Þú ert komin í sjúkdómsástand þar sem að þetta er orðið það flókið að líkaminn ræður ekki við eitthvað slíkt inngrip, þú veist að bara bæta örlítið heilsuna sína með matar og hreyfingu og allt þetta. Þú þarft að fara að vinna heildrænt með sjúkdómsástandið sem er í líkamanninum og það þarf að skoða það algjörlega út frá öllum þessum þáttum, þú veist. Bara einstaklingsbundi kannski? Einstaklingsbundi algjörlega og það er náttúrulega alltaf í meðferð offitu, það þarf að vera einstaklingsmiða plan. Það er engin líkami eins og það er engin líkami sem bregst eins við til dæmis sama matræðinu. Þú veist, rannsóknir bara sína það. Fólk verður sett í eitthvað svona prógram þar sem að það bara basically loka inni á einhverju stofnun og fær bara nákvæmlega sama matinn og fær að hreyfa sig nákvæmlega jafn mikið og fá að sofa jafn mikið en enginn léttist jafn mikið á þessum tíma, skilja, því það er bara hver og eitt líkami er ólíkur og það er það sem maður þarf svolítið að skoða þegar þú ert komin með sjúkdóminn offitu. Þá þarf þú líka að meðhandla hann eins og sjúkdóm. Þú ert ekki bara að fara í eitthvað svona heilsu átak. Þú þarft virkilega að hugsa þetta sem meðferð til æviloka. Þú veist, ég til dæmis í dag, ég er kjörþyngd í dag, þú veist. Ég er samt ennþá með sjúkdóminn offitu. Af því að sjúkdómurinn offita, hann er búin að valda skaða inn í mínum líkama og kerfin er ekki virka eins og það eiga að virka. Þannig ég þarf að vera í stöðugri vinnu við það að halda sjúkdómseinkennunum í skefjum og eitt af sjúkdómseinkennum offitu er til dæmis ofþyngdin sjálf. Þú veist að margir hrista hausinn og horfa á mig og hugsa betur, þú ert ekki með sjúkdóminn offitu. Þú veist, þú lítur bara út fyrir að vera mjög svona
eðlilega vaksin kona, þú veist, bara, þú veist, mjúka línur og bara svona venjulegu líkami. En fólk átta sig ekki á því að röskunin er komin, þú veist, hún er komin til að vera. Þú veist, ég var 50 kílóum og þungi yfir 10 ár og þar þróaðist sjúkdómurinn offita hjá mér og sjúkdómurinn hann þróast mjög mikið til dæmis í takt við breytingar á lífin okkar eins og til dæmis þegar við lendum í áföllum. Þá fer líka minn svolítið inn í þetta, vilja þyngjast og hann fer inn í svona ákveði varna viðbragð og svo það líka tengt mikið hormónakerfi kvenna, þannig að margar konur eins og til dæmis ég lendi að þyngjast á unglingsárum án þess að það sé einhver sérstök skýring á því, þú veist, ég var ekki að gúfa í mig mat eða þú veist hvaðan er skilurðu, ég var mjög aktív líka og allt þetta en ég þyngdist samt og bætti á með fitu. Og það er náttúrulega líka ákveðin partur af eðlilegu ferli, þú veist að við söfnum meiri fituvef sem konur. En þetta er svona kannski þetta sem að fólk bara átta sér raunverulega ekki á að þú getur verið í kjörþyngd eins og ég í dag en þú ert samt ennþá með sjúkdómum offitu. Þannig að maður þarf virkilega að huga að öllum þessum þáttum. Þú veist, ég þarf að vera rosalega meðvituð alla mína næringu, hreyfingu, svefn, andlega líðan og að hugsa vel mig. Því að ef ég mun ekki hugsa vel mig, ég get alveg sagt nákvæmlega hvað mun gerast. Sjúkdómurinn mun taka yfir aftur og ég mun þyngjast. Og fyrir mig þá er þetta ofboðslega mikil lífsgæði að vera í kjörþyngd. Það er bara, þú veist, miklu léttara. Og og þú veist, að því verum að tala um þetta, því mér finnst þetta náttúrulega líka auðvitað algjörlega mitt hjartans mál, þú veist, að fræða fólk til dæmis það, að ef að þú ert með sjúkdóminn offitu eða bara ert í ofþyngd, að það er ekki skömm yfir því að leita sér aðstoðar. Og það er eitthvað sem við ættum að gera og þú veist, þetta er svolítið, ég tekti stundum þetta dæmi sko að ef að þú færir, þú veist, einmitt til læknis og hann myndi bara greina þig með hjarta- og æðasjúkdóm og segja bara, herðu, þú verður núna að fara á blóðþrýstingslækkandi lyf, þú veist, annars myndi bara deyja. Myndi þér finnast það skömm af því, þú veist, að fara á blóðþrýstingslækkandi lyf? Nei, ég held að enginn myndi upplifa það þannig. En ef að þú ert með sjúkdóminn offitu og læknirinn segir við þig, nú þarft þú að fá aðstoð, þú veist, það þarf að vinna heildrænt með lífstíliðin og svo standaði líka sérhæfð meðferð úrræði til boða, til dæmis eins og lyfja meðferð eða það að fara í efnaskiptaaðgerð. Er þá skömm að því að fá þessi úrræði? Nei. En við erum ennþá först þar, að það er skömm að því að leita sér hjálpar vegna ofþyngdar, að því að það fylgir því skömm að vera ofþungur. Þetta er bara staðalímyndir sem hafa orðið til í gegnum bara söguna. En ef við svona alveg að lokum, þá langar mér svolítið að enda því að spyrja þig, hvað er ofurkona fyrir þér í dag? Já, vá. Þetta er svo, mér finnst þetta nefnilega svo ofboðslega fallegt orð. Þú veist, ofurkona. Þú veist, ef við hugsum bara þetta orð, þú veist, sko, bara það að vera kona, vá, þú veist, við erum svo mikið ofur. Þú veist, pældu bara, þú veist, eins og með líkamann okkar, þú veist, þetta er, við erum náttúrulega algjörlega magnað fyrir bara við konur, það er alveg þannig og ég segi við alla konur að á námskeiðunum mínum, þú veist, að því þær eru mikið að pæla í þessu hugtaki og þetta hefur verið svo ofboðslega neikvætt hugtak, þú veist, ofurkona og ég meina ég sendi mína ofurkonu skilur í orlof að því ég nefndi ekki að vera þessu ofurkona bara Jesus gáða leðilegt eitthvað ógæðslega leðilegt og mann er alltaf hrósa fyrir þetta það er verst, það var alltaf verið að segja við mig, vá, þetta er mikið ofurkona að gera þetta í 5 minnum og þá fór ég að sjálfa að fatta, veistu, þetta er ekki lagi. Ég er á hálum í sérna. Sko. En ég nefnilega segja við konuna mínar, ég kallar alltaf konuna mínar, alla sem eru á námskeiðum hjá mér, að sko við erum allar ofur og við megum horfa á það, þú veist, ég menna, það eru ofurkraftar. Það eru ofurkraftar að geta gert allt sem við konur gerum og við höldum, þú veist, lífinu á þessari jörðu og bara móðu krafturinn okkar og við erum móðu náttúra, sko. En að átta sig kannski svolítið á því að við þurfum að fara fallega með þetta. Við þurfum að taka þetta ofur og við þurfum að hugsa ofbáslega vel um það. Ofur er lífskrafturinn okkar. Þú veist, það er orkan sem að við gefum og mér finnst til dæmis mjög mikilvægt að tala um þetta við konur að sko þessi móður orka sem kemur frá móður jörð og við berum með okkur og gefum frá okkur, það eru ekki bara konur sem eru mæður, sem að hafa gengið með eða fætt börn. Þessi kraftur er innra með okkur sem að er ekki hægt að taka frá okkur og við erum að gefa þessa móður orku þó við eigum ekki börn bara í öllu lífin okkar til annars fólks. Við erum
með umhyggjusemi og samkennd og ást og kærleika sem við erum að deila til annars fólks. Þannig að þú veist, við þurfum svolítið að fara varlega og vel með þetta. Þú veist, mér finnst við virkilega þurfum við konur, við þurfum að leyfa okkur að fara inn í svona kvenlegu orkun okkar og finna mitt ofurkraftin sem þar, þú veist, og leyfa okkur svolítið að vera við. Þú veist, ég legg ofboðslega mikla áherslu, þú veist, á mínum námskeiðum öllu sem ég er að miðla, að við finnum svolítið kvenorkun okkar og við finnum bara, þú veist, hversu kröftu og öflug hún og leyfa henni svolítið að flæða og leyfa okkur að vera í kvenleikunum ef að það eitthvað sem við viljum, þú veist, vera í. Þú veist, mér finnst það mikilvægt fyrir mig að svona rækta svolítið mína svona feminin hlið, þú veist, og mín svona feminin hlið, mitt þessi svona kvenorkan mín, hún bara ofboðslega tengd inn í það að mér finnst gaman að klæða mig fallega, þú veist, mér finnst gaman að líta vel út, þú veist, þetta bara gefur mér eitthvað, þetta svona einhver kraftur sem ég finnst ég búa yfir og ef ég svona næri hann, að þá ég að næra þessa orku sem að gefa mér síðan annan ofurkraft til þess að geta verið til staða fyrir allt fólkið mitt og geta verið til staða fyrir börnin mín og þá sem að ég vil gefa, þú veist, þessa móður orku til, þú veist, og vera umönnunaraðili og vera til staða fyrir aðra, en að vera búin svona að mitt átta mig á því að ég þarf að rækta þessa orku innra með mér og gefa henni rými og fá svolítið að vera ég, fyrir að fá að vera manneskjan Bjargey og konan Bjargey og einmitt á námskeiðunum ég líka mikið að tala til dæmis það með konum að við þurfum sjálfar að svolítið átt okkur á, þú veist, eins og til dæmis með kynorkun okkar. Þú veist, hvað það og hvernig virkar hún? Ég til dæmis spyr mjög oft konur á námskeiðunum. Ef ég spyr ykkur núna, hverjir eru svona ykkar grunnþarfir til þess að hafa góða heilsu? Og flestar, þú veist, þær svara borða vel, sofa, þú veist, hreyfa mig, þú veist, og bara já, þetta eru allt grunnþarfir. Það þannig. En einhver búin að spá í því að við þurfum að vera í heilbrigðu sambandi við okkur sjálfar og kynveruna í okkur og skoða hvaða langanir við höfum og hvaða þarfir við höfum og flestar alveg bara svona en svo að þú fyrir að pæla það eru líka grunnþarfir, það eru frumþarfir. Við myndum ekki lifa af, við myndum ekki fjölga okkur ef við hefðum ekki þessa orku og þetta drive, þú veist, þannig kraft. Þannig að mér finnst svo gaman að tala við konur þetta því að við þurfum virkilega að líka gefa okkur þetta rými, þú veist, að vera frjálsar, þú veist, kynverur í því sem að við viljum. Skilur, þú veist, ég man ekki eftir því að vera, þú veist, unglingur og hafa verið spurð, þú veist, hvað myndir þú vilja, þú veist, í kynlífi? Veist, þetta bara, við konur bara pældum ekki í því að við fengum ekki þetta rými. Þannig að ég elska að tala við konur þetta. Þú veist, bara, þú veist, hvað langar þig? Þú veist, hverjar eru þínar langanir? Þú veist, hverjar eru þínar tilfinningar og upplifanir þegar við tölum kynlíf? Og það ofboðslega gaman að fara inn í þessu umræði að því að konur bara, þú veist, það bara ljósaperur kveikna, bara ding, 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 ding bara þú veist, já, herðu, ég hef bara aldrei þú veist, til dæmis bara konur sem eiga maka og eru kannski búin að vera í sambandi lengi, þú veist, að það allt í henni bara, herru, ég hef bara aldrei rætt við minn maka hverjar mína langanir eru, eða skilur, þú veist, og það bara berið einhvern veginn svona með sér og þarna vil ég meina, þú veist, að ef að við erum ekki frjálsar inn í kynverun okkar og kynorkun okkar og leifum henni að flæða og bara leifum henni að njóta sín og ræktum það alveg jafn mikið og þú veist, að næra sig vel og allt þetta, að þá erum við bara að hefta okkur, þá erum við að hefta orkuflæðið okkar, að því að við nærum ekki þessa orku, að þá erum við ekki í, þú veist, lífskraftinum, lífsorkunni, þú veist, þetta partur af því að vera manneskja og vera til og við þurfum að hafa rými til þess að tala þetta og efla þetta og bara, þú veist, já og mér finnst þetta alveg jafn mikilvægur partur að vera í heilbrigðu sambandi við sjálfa mig, við mína kynveru eins og að vera í heilbrigðu sambandi við sjálfa mig þegar kemur að því að vinna með andlegu líðanina mína eða líkamlega heilsu og allt þetta. Þetta bara mjög stórt og það eru bara alls ekki margir sem bara átt sig á þessu. Bara, ég meina, þú veist, sko allt orka og það svo geggjað að heimurinn nú aðeins að opna augum fyrir því og við veljum okkar orku og við veljum hvernig við viljum eyða orkunum okkar
og stundum að þá lendum við í því að fara inn í hamstrahjólið eins og ég gerði, að ég eyddi bara allri orkunni minni í að hugsa alla aðra heldur en sjálfa mig og hvað gerist þá? Allt hitt bilaði, líka minn gaf sig. Þannig að þetta eitthvað sem að ég brenn fyrir, þetta bara mín ástríða, algjörlega mín ástríða að valdefla konur. Bara þú mátt vera þú sjálf, þú mátt hafa þínar tilfinningar, þú mátt hafa þínar langanir, drauma og þrár og þú átt að fara eftir þeim. Ekki láta einhvern stoppa þig í því sem að þig langar til að gera í þínu lífi, alveg sama hvað sviðið það er, bara vertu þú sjálfa, því að ef þú gerir það þá ertu að fara að græða svo margfalt á því þegar þú laðar að þér það sem þú gefur frá þér og bara eins og allt er orka og við getum svolítið stjórnaðin sjálf. Þetta er bara geggjur lokar. Já, takk fyrir það. Það var bara búið að vera yndislegt að spjalla við þig. Takk fyrir að koma. Mér finnst nefnilega svo dásanlegt að við erum að færa fólki einhver tól og tæki af því að við erum öll með lífið í lokunum. Það er þannig nefnilega og ég ætla bara að fá að koma í lokin náttúrulega aðeins að plugga, maður verður náttúrulega þegar maður fær svona boði í viðtala að þær konur sem að myndi vilja koma á námskeið og bara fara inn í þessa vegferð að læra að elska sjálfa sig og finna svolítið kraftin sinn og orkunni sína, að það er ég með ferðir alltaf 2 ári til Tórshavnar á Spáni. Og ég fer alltaf í maí og í september með hópa og þetta er alltaf litlir hópar, bara svona kringum 20 konur. Það sem við erum bara að taka heila viku í að fara inn í þetta. Það hljóma vel. Já, þetta er bara svona, þetta er þessi tími sem að konur eru bara að gefa sér að skoða inn á við, bara hver er ég, hvað langar mig, hvert er ég að fara að stefna og fá svolítið bæði náttúrulega þetta rými, að vera svona ein með sjálfur sér í ferð, þar sem þú ert að fá fræðslu og frábæran félagskap annara kvenna sem að langar að gera það sama að þannig að fá bara þetta rými og tækifæri til þess að fara að kynnast sjálfur þér betur og vera með sjálfur þér og rækta þig og svolítið svona finna út hvert þú vilt stefna. Ég svolítið horfa á þessar vikur þannig að konunnar þær svona upplifa ok, núna er ég aðeins að gefa mig tíma til að bara átta mig á því hver er ég og hvert vil ég fara, því að við erum óbúslega margar týndar þar, ég var þar, vissi ekkert hver ég var, ég vissi ekkert hvað ég hefði áhuga á eða hvað mér langaði til að gera í lífinu og það er svo gaman að segja frá því að því nú er ég bara með þessa ferðir síðan 2018 að núna í ferðunum þá eru alltaf einhverja konur sem er að koma í annað eða þriðja sinn, af því að það er finna bara ok, að gefa mig þetta er einhver svona ofurkraftur sem ég er að fá til að taka næstu skref í mínu lífi og líka skemmtilegt frá því að segja bara því að ég hef svo mikinn áhuga á allri kvenheilsu að ég er búin að sameina krafta mína með stelpunum í Bresti, Birnu og Dísu. Þær eru með hlaðvarp fyrir konur sem eru með ADHD og fjalla mikið um það og við ætlum að vera með námskeið í september í Tórshavnar fyrir konur með ADHD þar sem við erum algjörlega og við ætlum að fara og sjá fegurðina í brestunum sem að er ótrúlega gaman. Alveg heilan þátt. Það er bara algjörlega. Þannig að bara, En hver getur fólk fundið upplýsingar um þessar ferðir og um þig? Algjörlega, ferðirnar eru inn á visitor.is, þannig að þetta bara finna ferðirnar þar og skrá sig á bóka og allar upplýsingar um dagskrá og allt þetta, allt þetta praktiska. Og svo er bara algjörlega frjálst að hafa samband við mig, í gegnum Facebook, Bjargey Ingólfsdóttir og ég er líka með Instagram, ég er með virka á Instagram, með Instagram sem heitir Bjargey og Co. Og síðan náttúrulega er ég með hlaðvarpið og kona í orlofi, þannig að ég mæli mig að hlusta fyrir þær sem að vilja aðeins kynna sér meira um þetta og svona ég fjalla svolítið um þessi málefni sem eru mér kær, að bara gefa konum kraftinn sem að þær þurfa af því að ég var eina af þessum konum sem að hafa hann ekki en svo fór ég að leita og ég fann hann og núna ætla ég bara að halda í hann og leyfa öðrum að njóta líka, það er nóg til. Já, ekki. Þannig að þeir sem að fengu svona smá inspiration svo ég sletti nú alveg að ég finn ekki íslenska orðið að þeir sem að hlusta þennan þátt þeir geta kíkt á hlaðvarpið ofurkona í orlofi. Algjörlega og finna mig á Instagram eða Facebook. Já, bara takk kærlega fyrir mig. Takk sömuleiðis. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.